hér þennan yndislega fallega sunnudag. Kaldur hann, en hann fallegur. Þessi sunnudagsmorgun, 16. febrúar, tíminn líður svo hratt að það finnst vera örstutt síðan við vorum að segja gleðileg jól hvort annað. Svo allt í einu verður bara gleðileg sumar. Við förum ekkert lengra en það því að haustið er langt í það. Við höfum gott sumar og góða daga framöndan skulum vona. Vörður alltaf að tala til okkar í dag. Við fáum smá vitnisburði eða smá kynningu. Við ætlum að syngja saman lag sem er kallað oft alfa-lagið. Ástæðan er kannski ekki bara það alfa-helgin er núna, heldur vegna þess að við trúum því sem við syngjum hérna og ætlum okkur að lofa Guð saman. Ég vil bara lofa því. Lag er sungið gjarnan á alfa-námskeiðum, búið að syngja sér 1992 og ég fá aldrei leið á þessu. Kannski sumir eru búin að fá það en ekki fá leið á þessu lagi. Við ætlum að syngja sálmáðurinn að við fáum byrjunarorð frá Helga. Þetta er svokallað, sum kallar þetta fyrir Hvítasunnu-lagið. Þetta lag var samið eða sungið við upphaf þess að Hvítasunnu-kirkjan var stofnuð í Bandaríkjunum og heitir á íslensku Lát hljómum hafa storm. Skulum syngja vel með. Sem veit til líkt og líf og ljós og náð og frið.
Amen. Huggarinn hér, nærvera Guðs hér og andi Guðs hér. Við byrjum að lesa saman í öðru Korintubréfi, 5. kafla, frá versi 20, þar sem segir: Ég því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir: á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Amen, hefði ég sagt við þessu. Og það alltaf þessi hvatning, sama hvað við erum stödd, sama hvað við erum að ganga í gegnum, sama hvað nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Og við getum komið með allt sem í líf okkar fram fyrir Guð, við getum komið með þarfir okkar, við getum komið með áhyggjur okkar, komið með gleði okkar fram fyrir Guð. Og þetta verst alltaf líka snýrið því ef það eitthvað óuppgert í okkar lífi, sama hvort við erum hér stödd í dag eða hlusta í útvarpinu eða hvað sem Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðisdagur, ekki bíða. Við vitum ekki hvað við höfum marga daga, við skulum ekki taka það sem sjálfsagðan hlut, ekki láta náð Guðs verða til einskis. Og við ætlum að biðja saman í dag, það eru mörg bænarefni sem hafa komið inn og hafa hringt hérna helgina. Það kona sem þekkir ekki Jesú sem persónulega frelsari sinn, en hún veiktist alvarlega, fékk hjartastopp og við erum beðin að biðja fyrir henni. Hún verið að koma í gang aftur, biðja Guð læknana og biðja líka Guð frelsana. Og svo var líka bænarefni sem kom inn, bróður okkar sem við þekkjum örugglega langflest, hann Hallfreður eða Freddi, hann var að fá svona greiningu frá lækni að sennilega hann alvarlega veikur og lítur út fyrir að gæti verið krabbamein, biðja fyrir honum. Og þegar við nefnum bænarefni hér að við biðjum ekki bara í 5 mínútur svo er það búið, við vitum að það fólk sem að biðja, fólk í kirkjunni. Og þetta eru bænarefni sem við tökum með okkur heim og við höldum áfram að biðja. Og að því að Biblían talar okkur sem kirkja, við erum fjölskylda, að við stöndum saman í meðbyr og í mótbyr. Og við munum eftir hvert öðru. Þannig við skulum sameinast í bæn fyrir sérstaklega þessum bænarefnum, en ég við bæna körfu, það eru mörg bænarefni sem hafa komið inn. Og við skulum bara, ef þið viljið standa, með standa, ef þið viljið sitja, við skulum bara hefja upp hjörtu okkar og ratti til himins og biðja saman. Faðir minn, ég þakka þér fyrir að fáum að koma saman í dag í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir drottið þitt orð sem segir að við megum koma með djörfung fram fyrir hásæti náðurinnar drottin. Og ég þakka þér fyrir að Guð að þú ert almáttugur Guð. Þakka þér fyrir að þú ert bænheyrandi Guð.
Og þakka fyrir þetta boð. Þú segir í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðisdagur. Og við stöndum á því orði, Drottinn minn. Við stöndum á því orðin, Drottinn minn, að þú býður okkur að koma með þarfir okkar fram fyrir þig. Þú býður okkur að koma og leggja fram fyrir þig málefni okkar. Og þú segir, reyni mig á þennan hátt. Drottinn minn, við komum fram fyrir þig og við treystum. Drottinn, við lyftum upp þessari konu sem við erum að biðja fyrir, Drottinn. Faðir, sem að líf hennar í hættu, Drottinn, og hún þekkir ekki þig. Faðir, í Jesú nafni, þá biðjum við líf yfir hana, Drottinn minn. Faðir, ég biðjum líf yfir líkamennar, ég biðjum lækningu, Drottinn minn, og við biðjum hjálpræði, Jesús. Drottinn minn, megum líta til þín í þessum kringumstæðum. Drottinn, þú finnur hvað lífið brothætt, Drottinn, megum hugsa til þín, megum opna sig fyrir þér, og megum frelsast, Jesús minn. Og Drottinn minn, svo lyftu upp hann og fretta fram fyrir þig. Drottinn minn, í Jesú nafni, þá stöndum við saman og við biðjum líf og lækningu yfir hann. Drottinn, í Jesú nafni, þá biðjum þú læknir hann. Í Jesú nafni, þá biðjum þú snúr þessu við, Drottinn minn. Og í Jesú nafni, Drottinn, þá viljum við afturkalla þetta, Drottinn minn. Þessa greiningu, Drottinn. Og við biðjum að verða alheill fyrir Jesú nafn. Drottinn, við biðjum lækningu, við biðjum líf, Drottinn minn, og við biðjum að þú gerir dýrð þína augljósa á honum, Drottinn minn. Megum vera vitnisburður nafni þínu til dýrðar, Jesús. Við þökkum þér fyrir að þú ert almáttugur Guð. Við þökkum þér fyrir að þú gerir undur þegar við biðjum í Jesú nafni. Við þökkum þér fyrir að þú ert yndi að því, Drottinn minn, að gera þig dýrlegan á meðal okkar. Og við biðjum, gerðu þig dýrlegan í Jesú nafni, Drottinn minn. Gerðu þig dýrlegan, Drottinn minn. Og Faðir, við lyftum upp öllum öðrum þörfum, Drottinn, sem hafa verið lagðar fram, Drottinn minn. Við biðjum fyrir öllum þeim sem eru sjúkir. Við biðjum fyrir þeim sem að berjast í fíkn, Drottinn minn. Við biðjum fyrir þeim sem eru einmana, Drottinn minn. Og Faðir, ég biðjum fyrir þeim sem að hlusta, Drottinn minn, og eiga bara örlitla von, Drottinn, örlitla ljósglætu vonar. Drottinn, megið þau upplifa í dag og grípa það í dag, að í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðisdagur, Drottinn. Og megið þetta vera dagur lausnar fyrir marga. Megið þetta vera dagur frelsis fyrir marga. Megið þetta vera dagur gegnubrots í Jesú nafni. Og Faðir, með þessi samkoma halda þannig áfram, að í dag hagkvæm tíð, í dag hjálpræðisdagur, í dag dagur gegnubrots og lausnar, dagurinn sem Guð mætti, dagurinn sem Guð heyrði, dagurinn sem við fengum bara að höndla, Drottinn, sem við fengum að snerta fald klæða þína, Jesús. Verði svo, Faðir, í Jesú nafni, og við segjum velkomin heilagur andi. Þakka þér fyrir nærveru þína, Drottinn. Þakka þér fyrir lífið sem þú gefur. Þakka fyrir þinn sami í dag og í gær og aldir alda. Við felum okkur þér og við þökkum þér. Í Jesú nafni, Drottinn minn. Amen og amen. Amen. Það er gott að vera saman í húsi Guðs. Amen. Halleluja. Amen. Nú voru það aðeins og fljóta að setjast niður. Ég ætla að biðja ykkur öllum að rísa á fætur aftur. Og ég ætla að biðja ykkur að helsa svona 3-4 sem eru svona nálægt ykkur og bara blessið þau. Gott að sjá ykkur öll, þið sem eru komin hér í Fíladelfíu í dag og þið sem eru heima, eru að horfa á sangkomuna, hlusta á hana. Drottinn bless ykkur, þið sem eru að fylgjast með og bara mæti þörfum ykkar allra sem okkar hérna í kirkjunni í dag. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Þið með svo setjast þegar eru þið búin. Amen. Halleluja. Gott að sjá okkur öll. Hjartanlega velkomin á samkomu Fíladelfíu í dag. Spennandi tímar og spennandi hlutir að gerast. Hér er hópur frá Englandi sem kallar sig K180. Það var svona gaman að vita fyrir hvað það stendur. K180. Garrett, hann ætlar að koma hingað. Yes. Og hann ætlar að kynna þennan hóp. Já, þau bara koma hingað öll. Og hérna, Helgi ætlar að túlka þau. Greetings from London. Kveðjur frá Lundunum. It's wonderful to be a part of the family of God. Það yndislegt að tilheyra fjölskyldu Guðs. And we're grateful for your welcome here this morning. Við erum þakklátt fyrir að vera boðin velkomin hingað í dag. We're from the UK. Við erum frá Bretlandi. And from a ministry called K180. Frá starfi sem heitir K180. And my name is Gareth. I'm heading up the team here from London. Ég heiti Gareth og ég fer fyrir þessum hóp. And we're just going to briefly introduce ourselves. Og við viljum stuttlega kynna okkur.
Hello, my name is Dominic. I'm also from London. Ég heiti Dominic og ég líka frá London. My name is Abby. I too am from London. Ég heiti Abby og And ég I'm líka frá Jenny London. from Reading. Jenny frá Reading. I'm Ruth from Berkhamsted, Og Hertfordshire. Ruth frá Berkhamsted. Yeah. Berkhamsted. Yeah, just to tell you a bit why we're here. Já, og við erum hérna. Basically, we've been going out on the streets with people from your church and people from other churches in Iceland just to support you. Já, og við höfum verið að fara út á götur og boða trúna með fólki úr þessari kirkju og öðrum kirkjum til að veita stuðning. And we've just been just teaching you some of the things that maybe we found useful in England that you might find helpful. Og við höfum verið að kenna þeim hlutir sem hafa reynst okkur gagnlegir í Englandi og gætu nýst ykkur hér. Yeah, and some of the things that we've done so far, Og sumt af því sem við höfum gert hingað til, we've been out on the streets in the city centre við höfum farið út á götur hérna nýri miðbæ doing evangelism, og verið í trúboði. which would involve music, singing songs, Við höfum notað tónlist, sungið lög and giving testimony on the street, og við höfum vitnað út á götu and preaching the gospel from a red box that we stand on. og predika fagnariti af svona rauðum kassa sem við stöndum á. And last night we were out with your downtown city outreach. Og í gærkvöldi vorum við nýri bæ með miðbæjatrúboðinu. And on Friday night we were here with the youth group. We were helping to show them the way we do evangelism in London. Og á föstudagskvöldinu vorum við hér með úlingastarfinu að sýna þeim hvernig við stundum trúboð í London. And it's been very encouraging seeing how God has been working with people on the street here in Iceland. It's been very encouraging experience for us here. Og það hefur verið mjög uppörvandi að sjá hvernig Guð að starfa hér bara út á götum á Íslandi. I've just asked Jen just to share a very quick testimony just to encourage you. Og ég bað Jen að deila með ykkur litlum vitnisburði til að uppörva ykkur. The gospel works, Fagnarerindið virkar and the blood of Jesus is powerful to save. og blóð Jesú máttugt til að frelsa. And so, as we were out there sharing the gospel with people, Það sem við vorum að vitna we've had many good conversations, og við höfum átt margar góðar samræður and many people have been open to talk about the things of God. og margir hafa verið opnir fyrir að tala það sem Guðs Yesterday, as we were calling the people to repentance and faith, og í gærkvöldi þegar við vorum að kalla fólk til iðrunar og trúar, we had a young lady step forward to respond. það var ung kona sem kom fram, brást við And I asked her, what is it that you think you want to say to God? og ég spurði hana hvað það sem þú heldur þú vilja segja við Guð. She said, I want to say to God that I'm sorry. Og hún sagði, ég vil biðja Guð fyrirgefningar. We asked, have you done this before? Og ég spurði, hefur gert þetta áður? And she said, no, this is the first time. Hún sagði, nei, þetta er fyrsta skipti. She wants to give her life to Christ. Hún vildi gefa Jesú líf sitt. So we hope you're encouraged. Þannig við vonum að þetta sé uppörfun. The gospel is powerful. Fagnarerindið er kröftugt. And it's great to have the promises that we will receive power when the Holy Spirit comes upon us. Og það er yndislegt að eiga fyrirheitið að við munum meðtaka kraft þegar heilar andi kemur yfir okkur. And that's what Jesus said in Acts chapter 1. Og það sagði Jesús í postulasögunni fyrsta kafla. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Þið munið öðlast kraft heilar andi kemur yfir yður. And that's a great promise. Og það er mikið fyrirheiti. But sometimes we forget the responsibility that comes with it. En stundum gleymum við ábyrðinni sem því fylgir. Because Jesus then says, Því svo segir Jesús, and you will be my witnesses og þér munu verða vottar mínir in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. í Jerúsalem, Júdeu, Samaríu og til endimarka jarðarinnar. In Reykjavik, in Iceland, in Europe and to the ends of the earth. Í Reykjavík, á Íslandi, í Evrópu og til endimarka jarðarinnar. And we are all called to be his witnesses. Og við erum öll kölluð til að vera vitni hans. We trust you are encouraged this morning. Og við trúum því að vonum að þið hafa verið uppörfuð í dag. Thank you for your welcome. Takk fyrir að bjóða okkur velkomin. And I look forward to sharing a word that God's put on my heart this afternoon at the international service. Og ég hlakka til að fá að deila því orðið sem Guð hefur lagt á mitt hjarta á alþjóðasangum í dag. Thank you very much. Thank you. Amen. Takk. Thank you. Amen. Yndislegt. Hann Ámundi situr hérna niðri, Ámundi, standa aðeins upp og hann er hérna í okkar kirkju með fulltrú fyrir miðbæjartrúboðið frá okkur. Svo eru fleiri kirkjur sem að standa saman og við blessum ykkur í þessu. Hvert einasta laugardagskvöld fara hann í miðbæ og eru þar að gefa kakó og ýmislegt og vitna Jesú Krist sem frelsara. Spennandi. Mér langar bara að minna á það sem að er í þessari viku og ég leggja áherslu á þannig að þið
fengu hérna dagskrána í hendur, en ég vil leggja á miðvikudaginn kemur. Miðvikudagarnir sem eru núna fram á vor eru helgaði bæninni og við viljum sjá kirkjuna koma saman til bæna. Viljum við sjá kraftaverk gerast? Nei, við viljum það ekki. Viljum við sjá kraftaverk gerast? Amen. Þá þurfum við að biðja. Það gerist ekkert án bænar. Ef Jesús þurfti að biðja, þá þurfum við að biðja. En sammála því? Það er bara þannig. Þannig að ég vil hvetja ykkur að koma á miðvikudaginn klukkan 8 og biðjum saman. Á síðasta miðvikudag fórum við 7 manns. Eftir bænastundana fórum við og stóðum fyrir utan innanríkisráðuneytið og báðum. Við viljum standa okkar plikt í þjóðfélaginu. Við viljum biðja. Það eru árásir núna á innanríkisráðuneytið. Þetta er ekki bara pólitískar, þetta er líka andlegar árásir. Og við viljum standa í gegn árásum óvinarins á þjóðun okkar. Þannig að við fórum nyrðir og við báðum. Við ætlum að gera það líka á miðvikudaginn kemur. Þannig eftir bænastundina munum við fara niður að innanríkisráðuneyti og biðja þar. Og við höldum síðan áfram, ekki bara innanríkisráðuneytið. Við viljum bara blessa öll ráðuneytin. Alla sem þar að starfa, alla sem fara með völd í þessu þjóðfélagi. Amen. Ég var að koma í nótt heim af alfahelginni, austur í Kirkjulækjarkoti, frábær alfahelgi og yndislegt það sem Guð er að gera. Ég ætla að tala í ræðu minni á eftir helgun og kem aðeins inn á varandi alfa, hvað gerðist þar. Ég ætla að segja ykkur aðeins meira frá því í ræðunum minni. Núna á fimmtudaginn kemur, þá ætlum við að fara í annan ferðalag og nú það unglingarnir sem í unglingafræðslunni, þau eru rétt að sömu pendunar hérna. Þannig að það eru flotti krakkar sem í unglingafræðslunni, þau fara hérna niður og eftir með honum Bjarka, en við förum á fimmtudaginn, því foreldrar sem ekki kannski alveg meðvitaðir það, á fimmtudaginn klukkan 5 leggjum á stað héðan frá Fíladelfíu og austur í Fljótshlíð, þar sem við mega einn flottan sólarring saman. Og það koma 2 mæður foreldrana sem ætla að vera í eldhúsinu og svo ætla ég að vera með þeim og kenna þeim og leika við þau. Fara í fótbolta eða eitthvað, sjáðu mig í fótbolta. Við gerum allavega eitthvað skemmtilegt saman. Þannig að það er á fimmtudaginn klukkan 5 sem við leggjum á stað héðan. En látiði mig vita þeir sem foreldrar, þeir sem að börnunlegt er alltaf að koma með. Amen. Ég held að vörður getur líka vaskað upp. Það má alveg vaska upp, ef það er alltaf elda, þá getur þú alveg vaskað upp líka. Í Hörpustrengjum sem er sálmabók, þetta var smá djók, hann tók þetta greinilega inn á sig. Sálmabók Hvítasunnumanna heitir Hörpustrengir, það er ekki allir sem vita það, rúmlega 500 sálmar, við syngjum nú endurum einsni, nokkra sálmar sem eru svona topp 100 og af þessum 500 sálmum kemur eitt orð fyrir í cirka 100 þeirra. Það er orðið von. Í gærkvöldi var sungið von, það var ekki hátíð vonar í gærkvöldi, unnum þetta ekki, í Eurovision voru einhver sem horfðu, já þetta er vinsælt efni. En lagi sem vann fjallaði fordóma sem er ekkert síðra, flottu boðskapið þar. Við syngjum hins vegar hér alla sunnudag von og trú, áðan sungum við kærleika og nú ætlum við að syngja lag sem fjallar Guðs son sem gefur okkur hvað? Það rímar, það er flott, þess vegna kemur þetta kannski svona oft fyrir það þegar passa svo vel við Guðs son. Lagið er dýrð, heiður og lof og við skulum syngja þetta hátt og skýrt með, ég veit að vörður lét ykkur standa upp á hann og setjast og standa. Nú skulum við standa. Syngjum þetta lag saman því að börnin ætla að rölta svo niður eftir þetta lag þegar við erum búin að taka fórnina. Ekki fara saman strax. Tökum fyrst fórnina og Guð blessi ykkur ykkar gjafir. Halleluja,
Hvað segir verður? Það glemdist fórnin. Þá verður þið bara að syngja vilja einu sinni aftur og þeir sem ætla að taka fórnina, eru þið vöknuð? Nei, við eigum svo mikið pening og við þurfum ekki meiri pening. Nei, Guð blessi ykkur, við skulum bara syngja einu sinni aftur, síðasta erindið og viðlagið tvisvarsinnum. Dýrð heiður og lof flyt í himinn og jörð, en best þó öllum þín blóðkeypta hjörð. Ég heyrði þetta lag fyrst þegar ég var 12 ára gamall og það var í flutningi Andrew Crouch. Ég held að hann hafi átt þetta lag. Þá söng hann í London, live in London, Hallelujah, Thine the Glory. Svo komst ég að því síðar að þetta var bara sálmur í hörpustrengjum eða í söngbók, ég held að það sé líka í söngbók Hjálpræðisins, ég er ekki alveg viss, en textan á Ásmundur Eiríksson, fyrir ekki. Við ætlum að fá börnin niður núna þegar baukarnir búin að ganga. Við ætlum að syngja viðlagið einu sinni aftur og nú vil ég fá að heyra salinn syngja þetta. Við erum fjölmörg hér í dag, háttið 300 mann sýnist mér, við ætlum að syngja saman. Nú ætlum að heyra kórinn hérna að syngja þetta. Við erum með fullt af fínu söngurum sé hérna út í sal. Tenorum og sópranum og nú syngur salurinn fyrir mig. Halleluja. Nú syngur þetta lag í hausnum ykkar alla vikuna og á vinnustæðunum eða hvar sem þið eru. Ég segi ykkur fyrir ykkur á kaffihúsinu hérna að þið syngja Halleluja, þín er dýrðin. Siggi á eftir að syngja þetta hástöðum. Við ætlum að syngja saman 2 lofgjörlög áður en að Vörður kemur upp og flytur ykkur ræðunum helgun og það er lag sem heitir Eitt sitt í hljóður. Eitt sitt í hljóður
eitt lag sem á dagskrá hjá okkur næst sem ég ætla að sleppa vegna þess að Vörður nefndi eitt lag við með áðan hvort við getum tekið, við erum ekki með undirbúið en við kunnum það, við syngjum það saman Let the church say amen. Það bara kom svo sterkt í minn, við skulum syngja þetta saman. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Halleluja. Mér langar að við syngjum þetta aðeins meir. Halleluja, halleluja. Amen. Ef við ekki bara standa öll upp og syngjum þennan kór. Fyrst, það sem Guð hefur sagt, það stendur. Það sem Guð hefur sagt, það verður. Við skulum segja amen við því. Amen við því. Let the church say amen. Amen. Halleluja. Let the church say Halleluja. Faðir, ég þakka þér fyrir drottunum við koma inn saman í dag. Þakka þér drottinn minn fyrir að þú ert hér mitt á meðal okkar. Takk fyrir nærveru þína heilagur andi. Takk fyrir drottinn að þú elskar lofgjörð barna þinna. Þú elskar drottinn þegar við tökum okkur drottinn tíma frammi fyrir þér og drottinn nálgumst þig, Jesús. Eigum samfélag við þig, drottinn minn. Ó, Faðir minn, ég þakka þér fyrir drottinn að þú vilt snerta hér við fólki, drottinn. Þú vilt mæta því, þú vilt leysa það, þú vilt lagna það, drottinn. Þú vilt frelsa, þú vilt endur nýja og endur næra. Og drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert yndislegu Guð. Þú ert góður Guð. Þú ert yndislegu Faðir. Við lofum þig, drottinn. Takk fyrir að ég fekk að koma til þín. Takk fyrir að ég fekk að eignast lífi í þér. Takk fyrir, drottinn, að þú gafst mér, drottinn, hlutdeild í þér, drottinn. Og þannig hefur gert við okkur all, drottinn, fengið að eignast hlutdeild í þér. Ég lofa þitt heilaga nafn og ég gef þig dýrðina, Jesús. Við erum að smyrja varir mínar, tungu mína og orðin sem að þú er lagt á hjarta mitt í dag.
í Jesu nafni. Amen, í Jesu nafni. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, vinnur, og fá okkur sæti. Gott að sjá okkur í dag. Amen. Halleluja. Það er svo yndislegt að mega vera í nærveru Guðs. Það er eitthvað sem að ég elska. Að fá að upplifa kraft Guðs, upplifa frið Guðs, upplifa nærveru Guðs. Amen. Halleluja. Þið sem að eru hér kannski í fyrsta skipti í dag, við ykkur hjartanlega velkomin og finna ykkur heima. Þið sem eru gestir, hjartanlega velkomin. Þema okkar, eins og ég sagði síðasta sundag, þá er þema okkar þessa vorun er helgun. Að við helgumst Guði. Hvað er helgun? Helgun er að gefa sig að ákveðnu málefni, í raun algjörlega að ákveðnu eða einhverju málefni og eða hlut. Ég googlaði aðeins helgun. Auðvitað veit ég hvað helgun er. En ég svona hugsaði, skildi það vera á vefnum, helgun. Það eina sem ég fann, það var helgun í vinnu. Og þá var ég á Háskóla Íslands. Þannig að þeir sem að helga sig starfi Háskóla Íslands, þeir helga sig því algjörlega. Það var þeir máttu ekki vera að vinna neitt svona sem að myndi trufla þá vinnu í háskólanum. Þannig að þeir áttu að helga sig háskólanum og vinnunni þar. Guð segir okkur að helga okkur. Þegar við lesum ritningarnar sjáum við að söfnuðurinn, þegar við lesum Biblíuna, söfnuðurinn og einstaklingarnir, þeir eru hvattir til helgunar. Ég hef stundum átt svolítið erfitt með að þegar fólk er að biðja Guð að helga sig. Ég heyri það. Guð, vilt þú helga mig? Ég svo sem veit svolítið hvað fólk meinar á bak við það, en ég hef stundum högst að býtum þar þú sjálfur sem átt að helga þig. Við erum stundum þannig, við erum svolítið þannig, að við viljum bara keyra upp á lúgunni, helst ekki þurfa að fara út úr bílnum, bara og panta, vitið. Eitt stykki hamborgara eða pulsu með öllu, vitið. Fáum þetta allt tilbúið. Einu sem við þurfum að gera er að borða það. Þannig að við þurfum helst, við erum þannig að við viljum helst ekki hafa fyrir hlutunum. Hvað verður margir, þetta var akkurat í hug núna, hvað skildu margir vera eiga sjónvarp sem ekki er með fjarstýringu? Skildu vera einhver þannig í dag, eiga sjónvarp sem ekki er með fjarstýringu? Við nennum ekki að standa upp til þess að íta á takkan og erum bara að gera þetta í sófanum eða leysibóinum. Skiljið, við erum borðið þannig. Við viljum ekki hafa fyrir hlutunum, við viljum fá þetta bara allt til okkar. En það er Guð sem segir við að helga okkur. Við eigum að helga okkur. Afleiðing helgunar. Það er það sem Guð gerir. Þegar ég tek mig tíma fram yfir Guði, þegar ég tek mig tíma og helga mig Guði, þá kemur Guð og hann mætir. Hann kemur með sinn kraft. Hann fyllir á kerið. Hann fyllir okkur með sínum heila anda, með krafti sínum og blessun. Og það er Guð sem að gerir verkið, vitið, en við þurfum að gera eitthvað í því. Í 3. Mósebók, og við fáum það hérna upp á skáinn, 3. Mósebók, 20. kapitálunum versi 7 segir, helgið ykkur og verið heilagir, því að ég er drottinn Guð ykkar. Helgið ykkur. Þið eigið að helga ykkur. Í Jósúabók 3. kapitálunum versi 5, þar segir, þá sagði Jósúa við fólkið, helgið ykkur, því að á morgun mun drottinn vinna kraftaverk meðal ykkar. Amen. Hvað er margir sem að vilja sjá kraftaverk? Halleluja. Amen. Hvað er langt síðan þegar við séum kraftaverk? Má sjá hendur ykkar. Nei, þetta var svolítið skrítin spurning. Fyrirgefðu, ég var að hugsa eiginlega eitthvað annað.
Já, hvernig á ég orða þessu spurningu? Sáu þið kraftaverk í síðustu viku? Svo höfum þetta bara svona, já. Ok, nokkri sem sáu kraftaverk í síðustu viku, já. Í gær sá ég kraftaverk. Á alfahelginni voru kraftaverk að gerast. Skiljiði, af því við helgum okkur Guði. Við fórum út úr bænum, semst alfahelgin. Þetta er 30. alfa sem að veru með núna. Í 30 skipti hef ég verið að kenna á alfa. Og ég var með sagði í gær, ég var aldrei leiður á því. Og þegar við vorum að syngja kórinn, alfa-kórinn, eins og við vorum að syngja hérna áðan, þá sagði ég, merkilegt, við erum búin að syngja þetta frá því að við byrjuðum með alfa. Ég vil bara lofa þig, veit þið. Og við erum aldrei leið á því. Aftur og aftur syngjum þennan kór. Óskar, hann samdi þennan kór í flugvélina á leiðinni frá Noregi til Íslands, var ekki rétt hjá mér. Já. Þýttar, já, ok, þú þýttar, já. Já. Það gott að heiðalegur Óskar minn. En þýtt hann í flugvélina leiðinni hingað. Og við erum búin að syngja þetta aftur og aftur. Við verðum aldrei leið á því sem að er fætt að Guði. Ég vil bara lofa þig. Og þegar við tökum okkur tíma fram yfir Guði, helgum okkur Guði. Og það var það sem var að gerast í gær. Við vorum að alfa helginni. Það sem vorum að tala heilagan anda. Við vorum að kenna heilagan anda. Sem sagt, það eru 3 lestrar í gær. Og ég kendi morguninn og miðdaginn og síðan Ásmundur seinnipartinn. Kona mín, hún er semst í Noregi núna og hefur alltaf verið með mér, en Ásmundur hljópi skarið við hana. Og svo sjáum við kraftaverkin. Við gerðum ekkert annað en við boðum Guðs orð. Og svo kom Guð. Við helgum okkur, við vorum bara í nærveru Guðs. Vorum að syngja, ég vil bara lofa þig. Vorum að syngja kórana, alfa-kórana. Og svo mætir Guð og hann gerir verkið. Hann gerir kraftaverkið. Það sem við sáum í gær, fólk sem í fyrirbæninni í gær, var stórkostlegt að sjá fólk mæta Guði. Fólk sem hafði haft marga áratugi baráttu í lífi sínu, fjötrar, fastir sem fengu að upplifa lausn í gær. Og þegar við sáum hvernig Guð mætti og leysti og bara gefði kraftaverki í þessari mannesku og þessum einstaklingum sem koma þarna fram, það var stórkostlegt að sjá Guð vinna verkið. Þannig að helgið ykkur á morgun. Mun Drottinn gera kraftaverk á meðal ykkar. Og vinir, við þurfum ekki að bíða til morguns. Það málið. Í gær vorum við á alfa og kvöldið gerðist það. Við þurfum ekki að bíða heilan sólarhring. Þegar við tökum okkur tíma, þegar við nálgumst Guð, þegar við förum inn fyrir hans augleit, við viljum sjá hann gera kraftaverk á meðal okkar, þá gerist það. Guð, hann heyrir bænir okkar. Ég sá fyrirsögn í fréttablaðinu daginn og ég sá bara fyrirsögnina. Fyrirsögnin var þessi: hættur á Facebook og byrjaði með kærustinni. Og ég sá, vá, byttu nú við. Gat hann ekki haft korttekja? Málið það kannski bara svolítið erfitt að hafa korttekja. Því að þegar maður sér fólk á Facebook, ég er á Facebook loksins, en ég nenni ekki að vera þar. Ég eiginlega nenni ekki að vera þar á Facebook. Ég svona fer annarslag inn til þess að læka þetta og svo bara er ég farin út. En ég sé fólk sokkið, niður sokkið. Það er vonlaust að ná sambandi við þau. Skiljið? Að það hefur algjörlega helgað sig andlitsbókinni. Skiljið? Það er bara fast. Erum við sammála þessu? Það er fast. Það hefur helgað sig andlitsbókinni.
og svo náum við ekki sambandi. Náum við ekki sambandi. En Guð segir, helgið ykkur. Og við þurfum bara að hætta á Facebook og byrja með Guði. Ekki satt? Það er bara svona, í raun er þetta bara svo einfalt. Við erum lærisveinar. Veitir, Jesús hefur kallað okkur til þess að vera lærisveinar hans. Til þess að gera það sem að hann býður okkur að gera. Og við þurfum að gera það. Og það er bæn mín, vinir. Veitir, ég þrái að meira gerist á meðal okkar. Ég þrái að meira gerist í mínu lífi. Ég þrái að kraftur Guðs að hann fái að vera svo sterkur í mínu lífi. Það er mín þrá. Það hefur hringt oft í mig og ég beð um fyrir bæn. Vilt þú biðja fyrir? Vilt þú koma þangað? Vilt þú gera þetta? Veitir, biðja fyrir. Og mér langar ekki að fara í eigin mætti. Ég veit að gerist ekki neitt ef ég kem í eigin mætti. Mér langar að kraftur Guðs sé til staðar. Veitir, Guð notar okkur öll. Og það er bæn mín að hann veki eyra mitt. Og ég bið þessar bænar, ég er búin að tala um þetta áður. Ég bið þessar bænar í Jesaja 50, vers 4. Drottinn Guð hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég lærði að styrkja hinn þreytta með orðum. Skilji? Á hverjum morgni vekur hann eyra mitt, svo ég hlusti eins og lærisveinn. Og svo kemur vers 5. Drottinn Guð opnaði eyra mitt og ég streittist ekki á móti, færðist ekki undan. Og mín þráinir er að þetta sé ekki bara eitthvað sem ég les, ekki bara eitthvað sem ég veit að það er í Biblíunni. Nei, þetta er í lífi mitt. Mig langar og ég þrái að vera helgað Guði. Ég þrái að hann veki eyra mitt. Á hverjum morgni þá heyri ég Guð tala til mín og bið að gera þetta og gera hitt. Og ég hafi lærisveina tungu. Ég styðji hinn mætta. Það er það sem að mig langar að gera. Í vor, sem síðastliði vor, þá talaði Drottinn til mín, satt heima í stofu. Og ég var bara svona að biðja og hugleiða, veitir, tala við Drottinn. Og þá talaði hann til mín svo sterkt og sagði, Vörður, þú ert að heimsækja alla ráðherra ríkisstjórnarinnar. Og þú ert að blessa þá. Þú ert að gefa þeim gjöf. Og ég byrjaði strax, veitir, nei, ég get ekki fara að náka. Hvað á ég að gera þar? Veitir, og ég byrjaði strax svona að sko segja nei, Guð. En svo bara var það sterkara og sterkara. Og Guð sagði mér, farðu. Veitir, farðu þangað. Og það endaði með því að segja, Guð, ok, ef þú ert að segja mér að fara á fund ráðherrana, þá skal ég gera það. Svo ég tók tölvuna og ég sendi e-mail til allra ráðherrana í ríkisstjórninni og óskaði eftir fundi með þeim. Það sem ég langaði að koma og blessa þá. Og flesti svöruðu. Í raun er allir búin að svara. Við höfum eftir að fara til 2. Og þeir buðu hjartana velkomin. Vertu velkomin. Og við Helgi fórum. Fanny hefur komið með mér til eins. Og þegar við komum, veitir, þá komum við bara til þess að blessa. Bara til þess að blessa þá. Bara til þess að biðja fyrir þeim, blessa þá og gefa þeim orð Guðs til þín. Litla öskju sem við óskuðum eftir að þeir höfðu á skrifborðinu sínu og tækju einn miða á hverjum einsta degi. Byrjuðu daginn með því að taka orð Guðs til þín. Af hverju var Guð að gera þetta? Til hvers? Hvaða áætlun? Ég hafði ekki hugmynd um það. Í dag skil ég það svolítið. Þegar þessi barátta er núna í kringum innanríkisráðuneytið. Og ég er búin að tala við þau. Og ég veit, og þau eru búin að segja mér, þetta er ekkert bara pólitískt. Þetta er andlegar árásir. Og takk fyrir að biðja fyrir okkur. Viltu halda áfram að biðja? Veitir? Og á síðasta miðvikudag, þá fórum við nýri ráðuneyti, eða stofum fyrir utan, og ætlum að halda því áfram. Við
Við ætlum að skipa okkur í skarðið. Við ætlum að helga okkur í bæninni. Við ætlum að biðja lausn, biðja frelsi, biðja bara heilbrigði í þjóðun okkar, heilbrigði í kirkjun okkar, heilbrigði í líf okkar og heilbrigði. Amen. Amen. Þannig við þurfum að standa okkur í því sem að Guð gerir. Bara mundi núna, allt í einu, ég ætla að skjóta því inn. Ég ruglaðist aðeins áðan, þeir væri að auglýsa. Ferðalag unglingafræðslunar er 27. til 28. ekki næsta 5. dag. Þá er ég búin að leirita það. Svona maður mann. Jesús sagði, verið í mér. Verið í mér. Ég útskýri þetta alltaf á alfahelginni. Hvað meinar Jesús þegar hann að segja verið í mér? Hvernig getum við verið í honum og hann í okkur? Og ég hef tekið svampinn, nota svampinn og skálina og með vatnið, og þeir sem hafa verið á alfa þeir þekkja þetta. Þegar ég dýfi svampinum ofan í vatnið og vatnið er í svampinum, svampinum er í vatninu. Verið í mér. Og það er það sem Jesús er að segja. Og við ætlum að lesa í 15. kapitúli Jóhannesar Guðspjalls. Það segir frá versi 1, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hann beri meiri ávöxt. Og gefðu það Guð að þannig mættum við vera. Að ég mætti vera þessi grein á vínviðnum sem er Jesús Kristus. Stofnin er Jesús. Það er það sem Jesús er að tala um. Verið í mér. Gefðu það í mig vera grein sem ber ávöxt og að þú drottinn hreinsar. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinalda, segir hann. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gert. Og gerum okkur grein fyrir því, vinnir. Án hans erum við ekki neitt. Án hans erum við bara þú og ég. Án hans er engin kraftur. Og við getum verið að fara hinga og þanga, biðja fyrir sjúkum, biðja fyrir þessum, biðja fyrir hinnum. En ef við höfum hann ekki í okkur og ef við erum ekki í honum, þá er ekkert að gerast. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Þannig er það svo mikilvægt að við séum í Jesú, að við séum fyllt af honum og við leiðumst af honum og mótumst af honum. Hann vinnur verkið. Svo kemur vers 6 og segir, hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann vissnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Er ég amen við þessu? Amen. Viljum við sjá kraftaverk? Amen. Svo sannarlega. Viljum við sjá fólk læknast? Amen. Svo sannarlega. Við viljum sjá fólk rísa upp. Og svo segir vers 8, með því veggsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisveina mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðug í elsku minni. Helgun. Við erum að tala um helgun. Verið stöðug í elsku minni. Veitu? Þeir sem eru fastir á Facebook. Skiljið? Þeir sem eru fastir á Facebook. Eru þeir stöðugir á Facebook? Þeir verða að sofa eitthvað. Veitu? Þeir verða að sofa eitthvað. En fólk er ótrúlega fast. Ég er ekki á móti Facebook, ekki misskilja mig. Ég er bara að tala um hvað gefum okkur að. Hvað látum við ná valdi yfir líf okkar. Hvar erum við stödd? Verið í mér
Í Rómarbréfinu 8. kapítlunum versi 1-14, ég ætla að lesa, þetta svo stórkostlega vers. Og ég legg áherslu á fyrsta versið á alfahelginni. Það sem maður segir, nú því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Og það svo mikilvægt að við grípum þetta. Því að óvinur reynir að brjóta okkur niður, óvinur reynir að gera lítið úr okkur og hann reynir að stela frá okkur trúnni og voninni og allt þessu. Nú því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar það var mannmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins. Það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndusmanns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Og það það sem hann að gera. Guð dæmir engan mann. Guð elskar alla menn. Munum það. Guð ekki að dæma menn. Guð dæmir syndina. Og stundum þarf að taka hana föstum tökum. Þar með, og svo segir vers 4, þar með gat réttlætiskröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við þess sem að hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Sjálfshyggjan dauði en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, enda getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag get ekki þóknast Guði, en þið eruð ekki á hennar valdi, heldur andans sem í ykkur býr. Náðu þessu. En þið eruð ekki á hennar valdi, heldur andans sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists ekki hans. Ef Kristur í ykkur, líkaminn að sönnu dauður því að syndin dauð, en andinn líf, sakir sýknunar Guðs. Ef við erum í Kristi, þá erum við nýsköpun. Og það var svo yndislegt í gærkvöldi að sjá fólk sem var á alfahelginni verða nýsköpun. Ég enn að sjá fyrir mér andlitsbreytingarnar sem varða fólki í gærkvöldi. Sem varða fólki. Þegar að Jesús hafði fengið að ná tökum á lífið þeirra, umbreyta lífið þeirra, leysa þau frá margra tuga ára þrautum og fjötrum, og þau vitnu það í gærkvöldi og sjá andlitsbreytinguna. Vitið, það varð andlegt make-up. Það varð andlegt make-up. Þau ljómuðu. Þau urðu bara yngri, fallegri. Vitið, það var stórkostlegt að sjá. Nýsköpun. Og svo segir í vers 11, ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Amen. Þetta ekkert lítið. Þetta ekkert smáræði. Við erum að tala stórkostlega hluti. Ef andinn sem vakti Jesú Krist frá dauðum býr í þér. Þetta að gera stórkostlega hlutir. Helgið yður. Já, morgun mun Drottinn gera kraftaverk á meðal ykkar. Amen. Ég vil sjá það. Við erum að tala um helgun. Við erum að tala um að vera í Kristi, lifa og hrærast í honum.
Davíð konungur, hann segir í Sálmi 139, og nú ætlum ég að taka lifandi orð, það segir svolítið skemmtilega þar, frá versi 23, og þar segir Davíð, prófa mig Guð, rannsakaðu hjarta mitt og hugsanir mínar, sýndu mér það í fari mínu sem hryggir þig og leiddu mig svo áfram veginn til eilífs lífs. Þetta er góð bæn. Drottinn prófaði mig. Drottinn rannsakaði mig. Sýndu mér það í fari mínu sem hryggir þig. Þetta er helgun. Ég hef ekki efni á að vera að benda á þennan eða benda á hinn og segja að þú þarft að gera eitthvað, þú þarft að breytast. Nei, ég hef ekki efni á því. Og ekkert okkar hefur efni á því. Við þurfum að rannsaka okkur sjálf. Prófa mig, Guð, og þekktu hugsanir mínar. Prófa mig, Guð, rannsaka hjarta mitt og hugsanir mínar. Sýndu mér það í fari mínu sem hryggir þig og leiddu mig svo áfram veginn til eilífs lífs. Og ég ætla að enda með Sálmi 141. Þar sem Davíð segir áfram, set þú Drottinn vörð við munn minn, gæt hliðs vara minna, lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Og svo kemur þetta sem ég aðstofa frábært. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Amen. Ég vil helgast Guði. Ég vil lifa í honum. Ég vil lifa og hrærast í honum. Ég vil að kraftur Guðs fá flæða í gegnum líf mitt. Og það er það sem ég þrái fyrir kirkjuna, að kraftur Guðs fá að hræra. Þegar einhver ringir í ykkur og biður ykkur að biðja, að þá getið þið rétt út hendina eða farið til viðkomandi, lagt hendi ykkar á viðkomandi og beðið fyrir honum og hann verður heill. Amen. Þrá að sjá þetta? Ég þrá svo að sjá þetta. Ég þrá að sjá lausn. Ég þrá að sjá endurreisn. Við þurfum að hafa heilbrigða kirkju. Hafa heilbrigt land, kristi land. Heilbrigðar kirkjur þurfum að hafa. Kristnar kirkjur. Fylltar á anda Guðs. Mættu Drottinn gefa okkur náð. Vinir, tak okkur tíma í helgun. Helgið yður. Það er hluti sem við þurfum að gera. Og svo gerir Drottinn restina. Mætti Drottinn blessa ykkur. Mætti Drottinn fylla ykkur. Og gefa ykkur náð til þess að vera í honum. Þá verður hann að sýna okkur. Ýmislegt í fari okkar. Prófa mig Guð. Rannsakaðu hjarta mitt. Hjálpaðu mér að rétta kúrsinn. Á hvað leið er ég? Hvert er ég að fara? Hvað er ég að gera? Drottinn rannsakaðu mig. Hjálpaðu mér. Gef mér náð. Mætti Drottinn blessa ykkur, vinnir. Gef ykkur styrk. Gef ykkur kraft til þess að vera í Kristi. Ef einhver er í Kristi, er að skapa hann í. Hið gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Amen. Mætti Drottinn blessa ykkur, vinnir. Styrk ykkur og leið ykkur. Við ætlum að ljúka samkomunni, fá hérna lofgjörn upp á pallinn. Við ætlum að bjóða fram til fyrirbæna. Þið sem að viljið fá fyrirbæn. Þið sem að viljið bara Drottinn snerti við ykkur. Endur nýja ykkur. Mæti ykkur á ný. Fyll ykkur með krafti sínum. Lækni ykkur sem eru sjúk. Hvað sem þið viljið. Drottinn er máttugur Guð. Ég ætla að bjóða ykkur hér inn í hliðarsalinn. Ég ætla að biðja fyrirbæjendur að koma og vera með okkur í bæn. Mér langar að fá hópinn frá K180 og ámætið, þú verður með okkur inn að koma og vera með okkur í að biðja fyrir þeim sem að koma hér fram. Amen. Halleluja.
Samfélag, við erum í kaffisal og það fjallar þetta sama nafn sem við vorum að syngja sem nafni Jesú. Það komið að lokum samverustundar okkar hér í dag. Við erum í Fíladelfíu Hátúni 2. Næsta sunnudag klukkan 11 þá verður samkoma hér aftur og það væri frábært að fá að sjá þig þó að það sé gott að geta hort á okkur í gegnum tölvuna eða hlustað í gegnum útvarpið. Þá ekkert sem kemur í staðinn fyrir að eiga þetta samfélag við annað kristi fólk. Og ef þú vilt fá að sjá fleiri góða hluti gerast í lífið þínu, gefðu þá Guði meiri tíma. Ef þú biður lítið, biðdu meira. Ákveðdu hvern einasta dag hversu mikinn tíma þú vilt gefa Guði í dag og biðdu til hans, lestu í Nýja testamentinu á hverjum degi og sannaðu til það gerast góðir hlutir. En mig langar til þess að ljúka þessari stund með því að biðja fyrir þér, hverjar sem þarfir þínar eru. Jesús þekkir þær og hann megnugur að hjálpa þér, breyta kringumstæðum þínum og leiða þig eftir þeirri áætlun sem hann hefur fyrir líf þitt sem þér alltaf fyrir bestu. Við skulum biðja. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hérna hjá okkur og ég bið fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta. Ég bið Jesús að þú leiðir allt til góðs í lífi þeirra. Hjálpaðu þeim að fylgja þér af öllu hjarta, að ganga með þér hvern einasta dag og viltu veita þeim það sem hjarta þeirra þráir. Og ég bið þess Jesús að nöfnin þeirra megi vera skráð í lífsins bók og aldrei afmáð þaðan. Í Jesú nafni. Amen. Við minnum á samkomuna næsta sunnudag klukkan 11. Við minnum á lindin.is, þú getur hort á okkur þar, þú getur hort á okkur á philadelphia.is og þú getur hlustað á okkur á Lindin 102,9 í Reykjavík og á ýmsum tíðinum út allt land. Við þökkum fyrir og kveðjum frá Fíladelfíu í dag.